Nú ætlum við að kíkja stuttlega á mengi. Þegar við vinnum með mengi þá eru nokkur hugtök sem við þurfum að kunna. Grunnmengið er allur ramminn, allar tölurnar sem við erum að vinna eftir. Þær eru stök í grunnmenginu, hluti af grunnmenginu. Síðan erum við með hringi hérna inn í grunnmenginu, hérna er mengið R og tölurnar sem eru inn í R eru stök í menginu R. Tölurnar sem eru inn í hringnum S eru stök í menginu S. Og við ætlum að skrifa niður hvaða tölur eru í hringnum R. Það eru tölurnar 2, þetta er ekki 28, þetta eru 2 og 8. 5, 7 og 8. Svo lokum við hornklófanum. Í menginu S er þetta 4, 5 og 6. Sammengi, eins og orðið gefur svolítið til kynna, er það sem er í báðum. Þá horfum við á allan hringinn R og allan hringinn S. En þið takið eftir því að 5 er á báðum stöðum. Það þýðir ekki að við skrifum 2 5. Við skrifum bara 1. 2, 4, 5, 6, 7 og 8. Báðir hringinnir. Síðan er það sniðmengið. Það er akkurat það sem er í báðum. Það sem lendir hérna í hringnum, að þeir skarast hérna. 5 er bæði hérna megin og hérna megin, eins og þið sáuð hér. Og það er bara 5 og ekkert annað. Þið þurfið að geta lesið út úr svona mynd og eins skrifað inn í mynd eftir svona mengjatáknum. Sem sagt, ef þið fáið talnabörunur eins og hér, þá þurfið að geta skráðað inn í svona mynd. Og þá er lykilatriði að kanna hvað er báðum megin, setja það í miðjuna. Það sem er þá eftir hér í R-inu, það fer í þennan hluta og það sem er eftir í S-inu, það fer hér. Flóknara var það nú ekki. En þá er þessu bara lokið.